Góðan daginn. Þá settur fundur í bæjarstjórn Árborgar, sá 52. á kjörtímabilinu 2022 til 2026. Mættir til fundarins Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, sá sem hér stendur, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi í D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, Ari B. Thorstensen, varamaður D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Sigurður Vítalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Matthías Bjarnason, varabæjarfulltrúi B-lista og Axel Sigurðsson, varabæjarfulltrúi A-lista. Og það Rósa Sif Jónsdóttir sem ritar hér fundargerð. En fyrst langar mig að spyrja fundarmenn hvort að þeir geri athugasemd við boðun fundarins eða fundarboðið. Ef svo ekki, þá lítum við á það sem samþykkt og göngum því á þessu vindasama degi til dagskrár. Það fyrsta mál á dagskrá fundarins, breytingar á reglum akstursþjónustu fyrir eldri borgara. Þetta tillaga frá 14. fundi velferðarnefndar frá 14. janúar, liður 5. Breytingar á reglum akstursþjónustu fyrir eldri borgara. Lagt til samþykktar smávægilegar breytingar á reglum akstursþjónustu fyrir eldri borgara. Ræða breytingar á vísun í lög í 3. grein reglnanna. Velferðarnefnd leggur síðan til við bæjarstjórn að samþykkja reglurnar. Og hér eru 3 fylgiskjöl með þessu fyrsta máli, svona til frekari útskýringa og verða svo birtar á vefnum að fundinu loknum. Og þá opna fyrir mælendaskrá Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, við biðjum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir áheyrendur. Það er bara rétt að fylgja svo eftir. Hér erum við bara að tala örlitla breytingu þar sem vorum að vísa í raun og veru úrelt lög, það átti eftir að upplæra það. Við vorum að vísa í lögum heilbrigðisþjónustu en það var ekki rétt. Þannig nú og hér með erum við búin að leiðrétta það og þetta fer undir lög málefni aldraðra. Fleira var það ekki. Takk fyrir þetta, Helga Lind. Eru fleiri sem vilja tjá sig fyrsta mál á dagskrá fundarins sem eru breytingar á reglum akstursþjónustu fyrir eldri borgara? Og ef svo ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru þessum breytingum samþykk vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Og þá förum við í mál númer 2. Þetta endurskoðun reglna sértækan húsnæðisstuðning. Tillaga frá 115. fundi bæjarráðs frá 23. janúar síðastliðinn, liður 2. Endurskoðun reglna sértækan húsnæðisstuðning. Tillaga frá 14. fundi velferðarnefndar frá 14. janúar, liður 6. Já. Endurskoðun reglna sértækan húsnæðisstuðning. Lagt til samþykktar tillögur að hækkun á tekju- og eignaviðmiðum í sértækum húsnæðisstuðningi á sveitarfélaginu Árborg. Sjá nánar í minnisblaði hér fylgjandi. Velferðarnefnd leggur til við bæjarráð að samþykkja reglurnar og bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja hækkun á tekju- og eignaviðmiðum á sértækum húsnæðisstuðningi enda hefur verið gert ráð fyrir hækkunum í samþykktri fjárhagsáætlun. Og hér eru 3 fylgiskjöl sem að svona útskýra frekar þessar breytingar sem boðaðar eru hér. Og ég opna fyrir mælendaskrá Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, hefur beðið orðið. Forseti, við erum hérna að hækka tekju- og eignaviðmið í umsóknum sérstakan húsnæðisstuðning í sveitarfélaginu Árborg.
Ráðuneytið, ráðuneytið gefur út leiðbeinandi reglur hverjar þessar hækkunar eiga að vera. Við höfum dregist aðeins aftur úr þannig að við vorum komin svolítið neðarlega í viðmiðum eigna- og tekjumörk. Það var komið sér illa fyrir þann hóp sem að þarf á þessum stuðning að halda. Þannig að við erum verið að taka skref í að hækka þessi mörk þannig að stuðningurinn nái til þeirra sem þurfa á því að halda. Takk fyrir þetta, Helga Lind, og eru fleiri sem að hyggjast tjá sig hér endurskoðun reglna sértækan húsnæðisstuðning, annað mál á dagskrá fundarins. Ef svo ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru þessari endurskoðun reglna sértækan húsnæðisstuðning samþykk vinsalast gefið merki. Það samþykkt samhljóða og þá komið að þriðja málinu á dagskrá, Stjörnusteinar 7 og Heiðarbrún 2-8b á Stokkseyri væntanlega. Deiliskipulag íbúðargötu tillaga frá 39. fundi skipulagsnefndar frá 15. janúar síðastliðinn liður 2, Stjörnusteinar 7 og Heiðarbrún 2-8b. Deiliskipulag íbúðargötu, deiliskipulag fyrir Stjörnusteinar 7 og Heiðarbrún 2-8b sem tók gildi með birtingu auglýsingar í B-deild stjórnartíðinda þann 16. maí 2024 hér með lagt fram að nýju í skipulagsnefnd. Þann 27. mars 2024 hafði athugasemd borist í tölvupósti sem einhverra hluta vegna rataði ekki inn í skjalavistun málsins. Íbúar við Heiðarbrún 8 og Stokkseyri mótmæltu þar harðlega að fella niður eldra deiliskipulag og lýsa andstöðu við nýtt deiliskipulag sem tekur til fleiri lóða. Tillaga landhönnunar SLF tekur til lóðana Stjörnusteinar 2 og einnig til lóðana Heiðarbrún 2-8b á Stokkseyri. Skipulagsnefnd Árborgar hefur nokkur skeið horft til þess að reyna að þétta byggð þar sem þess nokkur kostur. Hefur verið horft sérstaklega til auðra lóða sem hafa staðið þannig árum og áratugum saman í þegar byggðum hverfum. Afsakið. Nefndin telur að það sé ávinningur fyrir sveitarfélagið Árborg að það séu byggð hús á lóðunum innan önnur íbúðarhús og myndist þá heildstæð götumynd á hverju svæði fyrir sig. Meginmarkmið deiliskipulagstillögunnar að gera deiliskipulag fyrir götulínuna á fyrrgreindu lóðum Stjörnusteinar 2 og lóðirnar Heiðarbrún 2-8b á Stokkseyri. Deiliskipulagstillagan í samræmi við aðalskipulag Árborgar 2020-36. Fyrir í gildi deiliskipulag fyrir lóðina Heiðarbrún 6 og Heiðarbrún 8 og munu þau falla úr gildi við gildistöku nýs deiliskipulags. Skipulagsnefnd samþykkir fyrir sitt leyti tillögu að deiliskipulagi samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillöguna og feli í framhaldinu skipulagsfulltrúa auglýsa tillöguna í samræmi við 41. grein skipulagslaga. Og hér eru 2 fylgiskjöl sem fylgja þessu máli til útskýringar frekari en ég opna fyrir mælendaskrá. Ari Björn Þórarinsson, varabæjarfulltrúi D-lista við biðja mál. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Þetta mál kom raun og veru inn á borð til okkar aftur, búið að samþykkja það þarna í vor, en það hafði borist, ekki borist eins og Kjartan las upp í áðan að einn tölvupóstur og sem hefði kannski ekki endanlega áhrif á málið, en það var skipulags- og byggingarnefnd samhljóða í því að halda þessu áfram og bara taka málið upp að nýju og leggja það hér fyrir. Takk fyrir þetta. Ari Björn, eru fleiri sem vilja tjá sig?
Ef svo ekki, þá ber ég þetta upp til atkvæða. Þetta þriðja mál á dagskrá fundarins Stjörnusteina 7 og Heiðarbrún 2-8b og Stokkseyri deiluskipulag íbúðargötu. Þeir sem eru því samþykkt vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt sem hljóða. Þá er komið að fjórða máli á dagskrá fundarins Eyrarbakkavegur, farsímamastur og tækjaskýli. Þetta varðar deiliskipulag. Tillaga frá 39. fundi skipulagsnefndar frá 15. janúar, liður 3, Eyrarbakkavegur, farsímamastur og tækjaskýli. Lögðu fram tillaga að nýju deiliskipulagi og vegslóða Háeyrarvegs norðan við Hjalladæl á Eyrarbakka. Er að ræða deiliskipulag fyrir nýja lóð sem nýtt verður undir farsímasendibúnað ásamt tækjaskýli fyrir fjarskiptabúnað. Aðkoma að lóðinni er sunnan frá Háeyrarvegi. Lóðin er á opnu svæði samkvæmt aðalskipulagi Árborgar 20-36 og er engin byggð á svæðinu. Fjarlægð masturs frá miðlínu Eyrarbakkavegar er 50 metrar og 160 metrar að lóðamörkum íbúðarhúsa við Hjalladæl. Skipulagsnefnd samþykki fyrir sitt leiti tillögu að deiliskipulagi í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist til við að bæjarstjórn Árborgar samþykki tillöguna sömuleiðis og feli í framhaldinu skipulagsfulltrúa að auglýsa tillögunni í samræmi við 41. grein skipulagslaga. Þá ætla ég að opna fyrir mælendaskrá og Ari Björn Þórarinsson varabæjarfulltrúi D-lista við óska eftir að fá taka til máls. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Þetta mál var búið að velkjast svolítið hjá okkur í nefndinni til að reyna að finna lóð fyrir þetta mastur. Þetta er svona mastur sem að við erum hér út allan bæ á Selfossi, en þar erum við bara upp á blokkunum og versta við að það er einhver blokkir á Eyrarbakka og við erum búin að rápa raun og verum allt þorpið til að reyna að finna svona einhverja hentugalaust. Ég er að segja fyrir mig að mér finnst þetta ekkert endilega besti staðurinn, en samt ekki svo vesti og að því það er auðvitað er þetta til hagsbóta fyrir íbúðina, en þetta er ekki, það er auðvitað sjónmenguna þessu, það er ekkert hægt að neita því allt svona sem kemur upp er einhver sjónmenguna. En við viljum leggja þetta fyrir og þetta verður auglýst og íbúðunum þá gefum kostur á því að gera athugasemdir við þetta mastur. En þetta er til hagsbóta fyrir íbúðuna og þetta er samskonar og er bara hér upp á mörgum blokkum hér á Selfossi. Takk fyrir þetta, Ari Björn. Eru fleiri? Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, óska eftir að fá að taka til máls. Forseti, varðfundargestir. Ég mér langaði bara að koma rétt upp aðeins til að fagna þessu. Þar sem að ég bý í aðri sjálf við bæjarmörkin, eða svona gamlu bæjarmörkin, og næ alls ekki símanum heimi á mér. Frá ákveðnu frá bara einu síma fyrirtæki og þannig að þetta verður þetta sjálfsagt sjómengun og við verðum bara eftir að sjá hvað kemur frá íbúum, en ef þetta kemur til með að bæta tengingar og bara þjónustu, að þá held ég að það sé til mikils að vinna, vegna þess að það er alveg svakalega leiðilegt að þurfa að standa úti heimi á sér að vera að tala í síman af því að það næst ekki, og eða þurfa að velja síma fyrirtæki út frá því hvernig næst heimi á sér. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Eru fleiri skilja taka til máls í þessum lið? Ef svo ekki, þá ber ég þetta upp til atkvæða. Það eru sem sagt farsímamastur og tækjaskýli með þeim skýringum sem að formaður skipulagsnefndar kom hér inn á, og ég ber þetta upp til atkvæða. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefi merki. Þeir sem er móti, það er samþykkt með einu atkvæði A-lista, 6 atkvæðum D-lista, 2 atkvæðum S-lista
og 1 atkvæði B-lista og Arnar Freyr Ólafsson bæjarfulltrúi B-lista situr hjá. Þá komið að 5. máli á dagskrá þessa 52. fundar bæjarstjórnar Árborgar. Hér það Miðbær Selfoss, deiliskipulagsbreyting 2024, tillaga frá 39. fundi skipulagsnefndar frá 15. janúar, liður 5. Miðbær Selfoss, deiliskipulagsbreyting. Mál áður á dagskrá skipulagsnefndar 27. nóvember 2024. Þar sem afgreiðslu máls var frestað, afsakið. Mál áður á dagskrá skipulagsnefndar 27. nóvember 2024, þar sem afgreiðslu máls var frestað. Uppfærð tillaga og greinargerð vegna breytinga á deiliskipulagi fyrir Miðbæ Selfoss hér lögð fram til skipulagsnefndar. Breytingar á uppdrætti og greinargerð í útgáfu 04 eftirfarandi. Nafni og skilgreining á göngugötunni Garðatröð breytt í Torgasvæðið Menningarstræti. 2. Lóðarmörkum milli Eiravegar 1 og Eiravegar 3-5 breytt og við það færast fermetrar í kjallar á milli lóðana. 3. Lóðirnar Miðstræti 1-27 áður 1-25 og 29-45 áður 25-37 eru stækkaða lítillega við það að tota út úr Menningarstræti færð undir lóðirnar. 4. Lóðin Kirkjuvegur 13 sameinuð lóð sem áður var Garðatröð 5-11, nú Menningarstræti 7-25. Heimilt verður að rífa núverandi hús og Kirkjuvegi 13 og nýr byggingareitur sýndur þar. Kvöð gönguleið í gegnum lóðina en mörk göngustígs nú óbundin. Lóðin Menningarstræti 1-5 áður 1-3 stækkuð lítillega til vesturs. 6. Gerði krafa að minnstakosti 14 bílastæði í kjallara Miðstrætis 2-8 en að móti minnka krafum stæði í Miðstræti 1-25 í að minnstakosti 46 bílastæði. Gerð krafa að minnstakosti 30 bílastæði í kjallara Miðstrætis 10-20. Til að uppfylla þá kröfu hámarks byggingarmagn í kjallara aukið úr 1000 fermetrum í 1500. 8. Gerðir leiðrétting á töflum í kafla 2.2 á blaðsíðu 14 í greinargerð. Gerðar eru tilfærslur og heimiluðu hámarksbyggingamagni á milli nokkurra lóða á vestursvæði en heildar byggingamagn óbreytt bæði ofanjarðar og í kjöllurum að undanskildri lóðinni Miðstræti 10-20 samanber lið 7 hér að framan. Á austursvæði heimilað að byggja 3. hæðina ofan á austurveg 8-10, sjá nýja sneiðingu á uppdrætti og eykst því byggingamagn í töflum í kafla 2.2 þá viðbótar hæð. 9. Gerðir kvöð akstur bíla í gegnum lóðirnar austurvegur 4 og 4A. Einnig í gegnum lóðirnar austurvegur 2 og 2A niður í bílakjallara og vöru aðkomu undir Miðstræti 2-8 og að lóð dreifi stöðvar. Bílastæði og ofangreindur lóðum verða áfram eingöngu fyrir þær lóðir og nær akstursheimildin eingöngu til bílastæði kjallara Miðstrætis 2-8 sem tilheyra íbúum þeirra lóðar. Sjá kafla 2-3 10. Lóð dreifistöðvar austurvegur 2C stækkuð og verður 73 fermetrar til að tryggja óheft aðgengi til athafna í og við lóðina. Sett kvöð lagnaleið, kvöð gönguleið og kvöð aðkomu þjónustubifreiða HS Veitna lóðinni, sjá kafla 2.3.1. 11. Gerðar eru textabreyting í köflum 2.4, 2.6.2, 2.6.4, 2.7, 3.6, 3.13, 3.15 og 4.2. 12. Bætt við setningu í greinargerð aftast í kafla 3.2 byggingarreitir. Ef byggingarheimild ofanjarðar ekki nýtt heimilt að bæta henni við í kjallara sömu lóðar svo fremi að stærð byggingarreits heimili það. 13. Texta torg breytt og hluti felldur út aftast í kafla 4.9. 14.
Heimild fyrir turni á Brúartorgi er felld út og kafli 3.10 kennileiti útsýnisturn í greinargerð fellur út. 15. Bætt er við kvöðum lagnaleið í gegnum lóðina Miðstræti 2-8, einnig í gegnum lóðirnar Austurvegur 6 og 8b, sjá kafla 2-7. 16. Bætt er við kvöðum akstur í gegnum lóðirnar Austurvegur 6, 8 og 10, sjá kafla 2-1. 17. Torgarsvæði í vistgötum er aukið með frekari möguleikum fyrir innréttingar og gróður í göturýminu en við það er bílastæðum fækka lítillega meðfram vistgötum. Skipulagsnefnd samþykkir fyrir sitt leyti breytingartillögu í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og samþykkir að tillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein sömu laga og mælist því til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillöguna samkvæmt þessari sömu 43. grein og til að auglýsa í samræmi 41. grein sömu laga. Og hér eru 2 fylgiskjöl, þetta er auðvitað heljar mikill upplestur og mikil yfirferð en við erum búin að fara yfir það hér í fyrstu lotu og nú opna ég fyrir mælendaskrá. Ari Björn Thorstensen, varabæjarfulltrúi D-lista, við biðjum orðið. Áhorsti, góði bæjarfulltrúar tilheyrendur, þetta er enn einn breytingin á miðbæjarskipulaginu frá því upphafi var, en auðvitað er þetta ekkit stórvægileg breyting, þetta er búið að vera veltast hjá okkur dálítinn tíma og fara nokkuð ítarlega yfir þessar breytingar. Ég myndi segja kannski stærsta útlitsbreytingin á þessu skipulagi er hækkun eina hæð ofan á það sem Vís er, ég man nú ekki austu hvað það er, já, og ég held að það sé nú svona, hitt er svona ýmislegt spottir sem er búið að fara yfir, við áttum hund með Rarek út af spennistöð sem er þarna og til að það verður bara sett í kvaðir aðgengja henni og miðbæjarmenn og þeir orkumenn ræddu saman og það var orðið allt í góðu. Ég held að þetta sé bara hitt okkarlegasta mál allt saman, en ég reyni þá að svara ykkur spurningum ef að uppkoma. Takk fyrir þetta, Ari Björn. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, þetta er eins og formaður skipulags- og byggingarnefndar sagði hérna enn ein breytingin á skipulagi miðbæjarins og það er svo sem eðlilegt að það þurfa að gera einhverja breytingar og eftir því sem að hlutunum vindur fram þá kannski kemur í ljós að það þarf að gera einhverja breytingar og það getur bara verið eðlilegt. En ég verð að segja fyrir mig að mér finnst og þetta er ekki fyrsta skipti sem mér finnst það, en mér finnst það bara enn frekar núna að þetta er ekki nógu gott hvernig þetta er unnið. Hér er verið að leggja til 17 breytingar. Áður hafa komið fram fjölmargar breytingar og það verður að kynna þetta betur fyrir okkur sem eigum að taka ákvörðun þetta fyrir hönd íbúa sveitarfélagsins. Mér finnst í rauninni að skipulagsfulltrúin okkar hann eigi að koma hingað til okkar í bæjarstjórninni og fara yfir þetta með okkur lið fyrir lið með myndum og svona notendavænni framsetningu af því það er bara alveg óbáslega erfitt að gera sér grein fyrir þessu öllu. Sumt er auðvitað mjög lítilvægt
Það sumt er óskup lítið og svona auðvelt að átta sig á, en það er margt sem að er bara mjög erfitt að átta sig á og við erum ekki öll með jafngóða rýmisgreind hérna og ekki öll sérfræðingar í skipulagsmálum, en við erum samt sem áður hérna, skipum bæjarstjórnin og erum hér að gæta hagsmuna íbúa og nú erum við bara aftur og aftur að sjá að það er verið að gera. Það er verið víða land og ábyggilega erlendis líka, verið að gera mistök í skipulagsmálum og margt getur verið bara ansið dýrkeypt og erfitt úrlausnar ef það eru gerð mistök og að við vöndum okkur ekki nóg og að fólk hafi ekki nægilega upplýsingar til þess að kynna sér hlutina og taka upplýsta afstöðu. Þannig að mig langar til þess að sé fresta og við fáum fund með, eða sem sagt að við fáum upplýsingar frá skipulagssviðin okkar, þar sem er farið yfir þetta lið fyrir lið, af því að ég verð alltaf að segja fyrir mig, ég á ekki mjög auðvelt með að átta mig á öllum þeim breytingum sem er verið að leggja til þarna í 17 liðum. Vildi segja þetta í bili, takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Það voru Axel Sigurðsson, varabæjarfulltrúi Álista, og skemmtir að fá að taka til máls. Takk fyrir þetta, herra forseti og bæjarfulltrúar og þeir sem heima sitjið. Og ég svari sérstaklega til þín, Arna, að nefndin hefur fengið kynningu á þessu máli og það var komið og útskýrt fyrir okkur. Og þegar Samfylkingunni þeir eigi mjög öflugan og vandaðan nefndamann í nefndinni sem er búinn að gera græna ljósið á þetta og hann fekk kynninguna með ásamt okkur og öðrum nefndamönnum sem hérna inni sitja. En svo ég taki saman í grófum dráttum, það eru svona 3 meginbreytingar sem eru þarna, svo maður skeri í gegnum jargonið sem er þarna. Það er þessi krafa með 30 bílastæðin á miðstræti 10-20, þannig er hámarksbyggingarmagn í kjallara aukið úr 1000 í 1500 fermetra til að uppfylla þá kröfu til að auka bílakjallarann. Það eru tilfærslur heimilu hámarksbyggingarmagni á milli nokkurra lóði á vestursvæðinu, en heildarbyggingarmagnið er óbreytt bæði ofanjarðar og neðanjarðar. Og í kjöllunum af undanskilinni lóðina á miðstræti 10-20, eins og ég sagði áðan, og á austursvæðinu þá er heimilega að byggjast á 3. hæð og Austurvegi 8 og 10 og þannig þar eykst pínu viðbótarmagn. Þannig að það eru þessi 3 meginpunktar sem eru svona til að skera í gegnum jargonið. Þetta er eitthvað sem að nefndin fékk mjög góða og vandaða kynningu á. Ég vildi bara koma þessu fram. Takk fyrir þetta, Axel Sigurðsson. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, og skemmtir að fá að taka til máls. Forseti, já, ég þakka bæjarfulltrúi Axel fyrir að benda mér á að við eigum þarna mjög góðan og öflugan fulltrúa í nefndinni. Það er alveg hárrétt hjá þér. En það breytir ekki því, Axel, að ég fer ekki vona því að betur sjá auga en auga og það hefði því bara verið í lófa lagið að fyrst að það er til þessi kynning á þessum breytingum að okkur bæjarfulltrúum öðrum hefði verið boðið til að vera með eða þá að þessi kynning hefði verið endurtekin að því það er ýmislegt sem er komið hér og kynnt fyrir okkur sem hefur minna vægi og hefur minni umsvif heldur en þetta skipulag. Þannig ég fer ekki ofan á því, þrátt fyrir að við eigum þannig öflugan fulltrúa og það eiga ekki allir bæjarfulltrúa hér inni fulltrúa í nefndinni. Það er þannig. Þannig að mér finnst það bara ofuræðilegt að við fáum góða kynningu á svona mörgum breytingum eins og liggja fyrir hérna. Þannig að ég fer ekki ofan á því þrátt fyrir þennan öfluga fulltrúa sem við eigum í nefndinni. Takk. Já, takk fyrir þetta, Arna Ýr. Þá er Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, biður morgun.
Já, forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur, bara góður umræður þetta mál. Ég tek svo sem undir að vissu leyti undir sjónarmið sem bæjarfulltrúar Arna Ýr hefur komið fram að fá upplýsingar frá skipulagsfulltrúa, en þar sem við erum bara að fara að auglýsa skipulagið núna, við erum ekki að fara að samþykkja neitt annað, þá kannski finnst mér ekki veist að fresta auglýsingunni á skipulaginu, heldur kannski að þessi kynningafundur verði haldinn þegar athugasemdir hafa borist og þegar skipulag kannski verið fullunnið. Má vera að skipta skoðunum það er mín skoðun. Ég held samt að það eiga allir bæjarfulltrúar fulltrúar í skipulagsnefndum, það eru allir fulltrúar einhverja lista og allir listar eiga fulltrúa í skipulagsnefnd. Líka komið það ábendingu. Takk. Takk fyrir Sveinn Ægir. Fleiri, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, óska eftir að fá að taka til máls. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Man rekur eiginlega róastans með það hversu margar breytingar eru teknar fyrir hér í bæjarstjórn og inn í apparatunni hjá okkur, þar þessi skipulags- og byggingarnefnd sem að lúta að þessum miðbæ. Maður farin að velta því fyrir sér hvort að starfsmenn bæjarins séu bara orðnir að einhverju leyti í fullu starfi við það að útfæra þessar breytingar sem að koma hér fram og ég bara velti því fyrir mig hvað fer mikill tími í þetta hjá starfsmönnum bæjarins við að vinna úr öllum þessum tillögum og sem að eiga náttúrulega að koma fullunnar og starfa þær eftir. Hér eru framkvæmdir út allan bæ og þær eru ekki inn á borði bæjarstjórnar eða skipulags- og byggingarnefndar í hverri viku. En í rauninni er þessi miðbær, hann er bara sífellt stöðugt verkefni okkar embættismanna í að útfæra og samþykkja og guðma þetta hvað. Þetta er orðin einhvers konar afgreiðslustofnun fyrir Sigtún þróunarfélag. Ég segi fyrir mitt leyti, ég vil bara hvetja til þess að það sé stutt við í rauninni þau áform sem eru lögð fram í upphafi, ekki endalaust að breyta. En það sem að gerist í öllum þessum breytingum er það er sífellt verið að þesja út. Það er sífellt verið að auka byggingamagn og það er sífellt verið að breyta og yfirsýn bæjarfulltrúa og ég tek bara fyllilega undir þessar ábendingar bæjarfulltrúa Örnu Ýrar að yfirsýnin, hún rauninni, hún fer að einhverju leyti frá því vegna þess að það er alltaf verið að breyta. Við erum alltaf að taka fyrir einhverja breytingar og ef maður fer og horfir til þess sem var lagt fyrir upphaflega, þá er komin alveg stór breytt mynd á alla myndina á bænum. Þannig að og hérna hafa í sjálfu sér bæjarfulltrúar verið sveittir við að útfara og afgreiða og samþykkja eða hafna fyrir það leyti. Og hér er komin enn breytingatillagan og það er verið að þysja út í rauninni byggingamagni og ég svona spyr bara þá í rauninni formann skipulagsnefndar, eru auknar tekjur af þessum breytingum eða auknu byggingamagni sem að verða að fara fram á hér? Er bærinn að í rauninni að fá eitthvað haga þessu í formi byggingarréttargjalda? Og nú hefur nýverið að fara fram á það að það hefur farið hér í gegn að bílakjallarar séu í rauninni undanskildir öllu og þá í rauninni kemur strax á næsta bæjarstjórnarfundi breyting á deiliskipulagi og áform að stækka bílakjallara. Þetta er einhvern veginn alltaf sömu bókina lært. Og manni í rauninni svolítið farið að óa við þessu en ég bara kannski bendi á þetta hér á orði og hann gert það á borði líka en kannski væri gott að fá svar við spurningunum frá formanni skipulagsnefndar. Takk. Takk fyrir þetta Arnar Freyr. Þá hefur Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, beðið orðið. Takk fyrir herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Já, ég verð nú bara eiginlega að taka undir með bæjarfulltrúi Örnu Ýr
varðandi frestun á málinu, þó svo að við sem sitjum nefndarfundi, og nú ég ekki aðalmaður í nefndinni, ég er varamaður, þannig að ég fekk ekki þessa kynningu, en ég hins vegar kannski þekki mál tiltölulega vel, þannig að þetta kannski liggur nokkuð ljóst fyrir hvað mig varðar, en ég get mjög vel skilið, þá finnst það mjög eðlilegt að aðrir bæjarfulltrúar að þeir fari fram á og hafi heimtingu á að fá kynningu á því hvað þetta snýst, því þetta er tölvöld mikilvægt og bara mjög mikilvægt máli fyrir sveitarfélagið. Og ég er aðeins undrandi yfir því hvað fulltrúar meirihlutans eru tregir til að fresta málum einn fund eða svo til þess að kannski skýra málin betur út fyrir öllum bæjarfulltrúum eða það geti átt sér eitthvað betra samtal milli bæjarfulltrúa á ákvarðanir teknar, sérstaklega í ljósi þess að við erum með fundi hérna 2 vikna fresti. Það er ég sé ekki vandamáli við það að fresta auglýsingu á þessu deiliskipulagi 2 vikur annað en sé nú gerst. Og ég get ekki ímyndað mér að framkvæmda aðilinn fari á taugum þó að þetta sé auglýst einhverjum 2 vikum fyrir eða síðar. Þannig að mér finnst að við ættum að fresta þessu og þessi kynning ætti að fara fram fyrir alla bæjarfulltrúa. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín Guðmundsson. Við erum að ræða hér 5. mál á dagskrá sem er miðbær Selfoss, deiliskipulagsbreyting, og það er verið að taka hér afstöðu til þess hvort það eigi að auglýsa skipulagið til endanlegrar afgreiðslu síðar. En þá er Ari Björn Thoroddsen, bæjarfulltrúi í D-lista, beðið um orðið. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Byrja að svara Arnari, allt það sem er auki byggingamagn í þessu nýja skipulagi fellur undir þessa gjaldskrá sem er ný ákveðin. Þeir borga fullt fyrir það, alla þessar auknu framkvæmdir. Þeir borga fullt fyrir það. Það er alveg skýrt. Með frestun á þessu máli, þetta er búið að vera heilmikið og ég segi fyrir mig, ég er svona dálítið eins og Axel sagði, það eru fínir fulltrúar í skipulags- og byggingarnefnd, þar hefur verið góður einhugur þau mál sem hefur verið að gera, nefnd er kynnt, það er ekki endalaust hægt að taka öll mál og kynna fyrir öllum bæjarfulltrúum sem koma fyrir nefndina. Ég held að það myndi æra óstöðugan að ætla sér að gera það, mér finnst að við verðum að hafa það þannig að við treystum þeim fulltrúum sem við erum með í nefndunum. Það er bara mín skoðun á þessu máli að það er búið að breyta tölu, svolítlu ekkit opboðslega miklu frá því að þetta kom síðast og var kynnt held ég fyrir öllum bæjarfulltrúum þá, breyting sem var þar á undan og já, ég tel það að það eigi að treysta sínum nefndarmönnum fyrir því sem að kemur þar fram og það er allavega búið að vera mjög fín kynning fyrir nefndinni í þessu máli. Takk fyrir þetta, Ari Björn. Þá er Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Ég ætla bara að byrja á því að fagna því hversu hratt og örugglega þessar breytingar ganga fyrir sig og hrósa nefndinni og starfsfólki sveitarfélagsins fyrir það hversu hratt fer vinna að þessum breytingum, því að það er auðvitað þannig að þetta tekur allt tíma og það tímir auðvitað peningar líka, en ég fagna því að sem að formaður skipulagsnefndar kemur hér inn á að það komi til með að vera rukka fyrir allt viðbótar byggingamagn sem þarna er verið að samþykkja. Langar samt að benda íbúum á að
núna á síðustu fundum þá höfum við farið í gegnum breytingar þar sem að hefur verið gefin afsláttur á byggingarréttargjaldi á miðsvæði sem að þetta þá fellur undir og að sama skapi ef mig minnir og ég man rétt að þá ekkert byggingarréttargjald á kjöllurum og mér langar þá að spyrja í því samhengi hvort þessi rétt muna hjá mér þessi ekki byggingarrétt á kjöllurum, þá meina ég bílakjöllurum af því að það þarna inni breyting þar sem niðurgrafið strætið og þar til dæmis fer byggingar heimild niður þannig að mig langar að spyrja því að ég fagna því að það rukka byggingarréttargjald þarna sem annar staðar því við þurfum auðvitað að gæta jafnræðis í hvívetna mig langar að spyrja þá varðandi kjallarana af því að þarna allavega að því ég ekki með aðila inn í sem að upplýsir mig það hvað fer fram í nefndinni þannig að ég kem svona alveg köld að gögnunum þegar þau eru send út á mánudaginn og lesa þetta yfir og bara fagna því að það sé verið að vinna hratt og örugglega að öllum breytingum og vona að það sé gætt jafnræðis þar líka í hvívetna en spyr út í þetta byggingarréttargjald sem að, við vorum að samþykkja 50% afslátt á miðsvæði. Hvort að það sé þannig að það sem fer niður, það byggingamagn sem fer niður þannig kjallara, hvort það sé rétt muni hjá mér, getum við kannski bara svaraði aðrir eða hver sem man það með mér, hvort að það sé ekki 0 krónur. Takk. Takk fyrir þetta. Fjóla Steindóra eru fleiri sem vilja tjá sig. Ari Björn Þórarinsson, varabæjarfulltrúi í D-lista. Biðjum orðið. Já, bæjarfulltrúar, forseti bæjarfulltrúar tilheyrendur. Ég get nú ekki alveg nákvæmlega svarað akkurat þessari spurningu sem að Fjóla var að spurja hvort að það sé lækkandi, ég bara til það ekki ef það venjulegt húsnæði þá hlýtur að vera fullt gjald á því en ég fagna mjög þessari breytingu sem var að hætta að rukka fyrir bílakjallara við eigum að reyna að koma mest af þessum druslum niður í jörðina það bara þannig, ekki vera að hafa þetta þá bara hafa þetta allt og taka gjald af þessu og þetta segir það og það viðurkenna kannski mistök mín í því að átta mig ekki á því að ákveðin hús í miðbænum hefðu ekkert bílastæði. Ég bara alltaf játa það á mig þegar þetta kemur fram í upphafi að hafa samþykkt það, gerðum bara ekki grein fyrir því. Það því mig minni nefnilega endilega að þessi ákveðinu hús sem eru þarna nýjustu íbúðarhús hefðu átt að fá fast bílastæði í bílastæðahúsinu þarna sem búið að byggja núna. Ég hélt alltaf að það væri þannig. En það verðist ekki vera og ég tel það bara aðeins sorglegt að það skildi ekki vera. Það skuli ekki vera eitt bílastæði með hverju íbúð. Og ég held að það sé nú verið að reyna að koma stað því núna í þessu að það fylgir þeim íbúðum sem á að byggja í þessu miðbæ eitt bílastæði. Ég held að það sé að vera alveg klárt. En ég ætla að viðurkenna á mig mistök á sínum tíma að hafa samþykkt að það veri ekki. En ég til enga ástæðu til þess að fresta þessu máli. Takk fyrir þetta, Ari Björn. Opnaði fyrir mæltaskrá Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, biðjum orðið. Forseti bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur, ég bara glemdi einu atriði því að ég ekki með aðilægin í nefndinni, þá verði ég að spyrja hér. Það var varðandi aksturskvöðinu í gegnum Austurveg 2 og 2A. Það finnst mér til dæmis mér finnst það mjög bratt að ætla að keyra þarna í gegn, hvort að það séu allir upplýstir í þeim húsum sem þarna eru og þeim sem að koma til með að verða byggð þarna. Er þetta mikil umferð, hvað erum við að tala þarna? Því að það er svona kannski, ég algjörlega sammála Ara, bæjarfulltrúar að við eigum á þessu svæði að vera með bílastæði og þannig það eins og í miðborg Reykjavíkur, þar eru bílakjallarar allstaðar
og ég er algjörlega sammála því, það er algjörlega galið að það sé ekki bílastæði með þessum íbúðum og þess vegna er mjög mikilvægt að við liggjum yfir þessu vel og betur sér auga en auga hvað það varðar, vegna þess að það er algjörlega galið að það hefur farið í gegn, það væri ekki bílastæði. Að minnstakosti eins og í Reykjavík er það í boði að kaupa sér stæði, ef það fylgir ekki þá er boðið upp á það að það sé hægt, því að auðvitað er það einhverjir þar sem eru að lifa bíllausum lífstíl, hvað þetta kallast. En mér langar að spyrja hérna allan út í þessa aksturskvöð, hvernig hérna svo vinna, hvort að hún sé bara að fara í gang núna með þessari auglýsingu eða hvernig staðan eru því. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Það er búið að fara, þetta er viðamikið mál og ég tel það alveg rétt mætt sem fram hefur komið að það þurfi góða kynningu á þessu svona fyrir afgreiðslu málsins, en þetta er náttúrulega farið núna í auglýsingu og ég mun leggja það til í krafti míns embættis að bæjarfulltrúar fái kynningu áður en við tökum þetta fyrir. Þannig að þó þetta verið sett í auglýsingu núna að þá fái menn kynningu bara til þess að gera sig glögga grín og ég viðurkenni það og játa sjálfur að ég ligg ekki yfir nefndarmönnum til að fá allt upp úr þeim sem þeir samþykkja en við þetta ræðum það stundum saman í okkar hópi og þar með þetta kemur það einhver leiti fram. En Ari Björn Þórarinsson, bæjarfulltrúi í Dýrlista, hefur óskað til að taka til máls. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Þessi kvöð er raun og veru bara fyrir þessi 14 stæði og þessi 14 stæði eiga að fylgja íbúðunum sem þar eru ofan á. Svo ég sagði nefnilega á fundinum, nei, þetta gengur ekki. Þá túlkaði ég það að þetta ætti að vera opið stæði og það væri allir að taka rútt að leita þessum 14 hvort þau vera laus. Nei, þá eru þessi stæði skilgreind fyrir þessa 14 og þá hafa þeir kvöð að keyra í gegnum plani á ráðhúsinu og niður og inn í þetta hús. Takk fyrir þetta, Ari Björn. Ari Björn bætir við hurð í ræðu sína en þá er Sigrún Vítalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista og skal þetta fá að taka til máls. Takk fyrir, herra forseti. Ég er búin að vera ágætar og áhugaverðar umræður. Ég verði samt að gera athugasemdir við tvennt. Annars vegar, kannski ég ætla að byrja því að vera sammála Ara, bæjarfulltrúi Ara, eða Vara bæjarfulltrúi Ara, og varandi það að það myndi auðvitað æra óstöðan ætla að fara að kynna og fara í gegnum hér hvert einasta mál sem kemur fyrir skipulags- og byggingarnefnd. Þau eru ærimörg og misjafnlega flókin. Þetta mál hins vegar er bara þeirri stærðargráðu að það krefst þess að við fáum tíma til þess að bæjarfulltrúar fái tíma til þess að átta sig á því hvað máli snýst. Hér hefur ekki verið, á þessum kjörtímabili hefur nú ekki verið mikið það að bæjarfulltrúar hafa verið boðaðir á einhvers konar kynningar og ég held að við séum ekkert að vera búin að fylla upp í einhvern kvóta hvað það var þar. Ég verð hins vegar að vera algjörlega ósammála því að fara auglýsa tillöguna og halda svo kynningu á henni fyrir bæjarfulltrúum. Tilgangurinn með því að fresta þessu og halda kynninguna er til þess að bæjarfulltrúarnir viti hvað þeir eru að fara að samþykkja eða ekki samþykkja. Þetta er svo öfugt. Að samþykkja að auglýsa og svo verður haldið kynningafundur og hvað svo? Svo kannski kemur eitthvað ljós frá kynningafundunum sem að fólk átt svo, þetta gengur, við verðum að breyta þessu. Það þarf að fara að kynna þetta aftur. Þetta eru 2 vikur. Ég bara skil ekki, mér liggur við að segja, ég skil ekki þessa valdníðslu. Þetta er eitt, það er ekki eins og heiminn og jörð sig að farast. Það er ekki eins og það býðir bara einhverja vinnuvélar í gangi niður í miðbæ eftir að geta byrjað að vinna eftir einhverju nýju skipulagi. Mér finnst þetta mjög furðulegt og mjög undarlegt að það skulle ekki vera hægt að verða við þessari einföldu beiðni að fá bara betri kynningu. Það eru 2 vikur, endur 2 vikur. Takk fyrir.
Já, takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín Guðmundsson. Það hefur óskað eftir að taka örstutt fundarhlé. Forseti ætlar að verða við því og það munu vera 2 til 3 mínútur. Þá fundi framhaldið í bæjarstjórn Árborgar og við erum hér á 52. fundi bæjarstjórnar, kjörtímabili 22 til 26 og erum hér miðvikudaginn 5. febrúar og klukkan 16 að Grænumörk og Selfossi. En við erum að ræða hér 5. málið á dagskrá þar sem voru svona viðamiklar breytingatillögur og deiliskipulagsbreytingar miðbæ Selfoss og það búið að ræða það hér í einhverjum 12 gagnlegum ræðum og þá ætlum við að hleypa 13. ræðunni Ari Björn Thoroddsen varabæjarfulltrúi í D-lista. Takk fyrir það, forseti. Góðir bæjarfulltrúar, tilheyrendur.
Já, ég bara vil að við verðum þá bara við þessari ósk bæjarfulltrúa það að fresta þessu máli hálfa mánuð og reynum að fá kynningu á þessu sem allra fyrst. Jafnframt ætla ég að minna bæjarfulltrúa á það á morgun klukkan 3 kynning á lóð steypustöðvarinnar eða hugmyndu steypustöðvarinnar og bið ykkur fyrir allra munni að mæta þar og heyra þá kynningu. Svo við þurfum ekki að segja það seinna meira við höfum ekki vita neitt málið. Takk fyrir þetta, Herri Björn. Förulega kveðið. Þetta var 13. og síðasta ræðan 5. mál á dagskrá. Sú tillaga sem gekk lengst var að óska eftir frestun á málinu og næst lengst að afgreiða málið með atkvæðagreiðslu en svo bara kom hér upp tillaga það að fresta málinu alfarið og boða til kynningar á næstu dögum og það er þá mögulega í næstu viku og það er svo tillaga sem gengur lengst og þeir sem eru því samþykk sem að lagt var hér til vinsalast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða að málinu sé frestað til bæjarstjórnarfundar þann 19. febrúar en að undangenginni kynningu eins og hér hefur verið óskað eftir og til eðlilegt að fari fram og við boðum til hennar í næstu viku. Já, Axel Sigurðsson varabæjarfulltrúi álistar óskað eftir að fá að gera grein fyrir atkvæði sínu. Þakkir fyrir þetta, forseti og þið fulltrúar. Þetta er þá bara verklag sem við auðvitað bara tökum til eftirbreytni og þegar við erum þá með verkefni á stærri gráðinni eins og miðbæinn, Jórvíkurstykkið, Vesturbæinn, þá náttúrulega á að taka það til kynningar og við tökum þetta fullkomlega til eftirbreytni. Takk fyrir þetta, Axel Sigurðsson. Þá er komið að 7. málinu á dagskrá fundarins, bæjarráð, 114. fundur haldinn 16. janúar síðastliðinn. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir hefur fyrst rétt hönd á loft, bæjarfulltrúi í D-lista og óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar tilheyrendur, ég kem hér alltaf undir bæjarráði, þar sem ég sitt ekki í bæjarráði og sé þessar upplýsingar og þetta er eini vettvangur segir til að ræða þau mál sem þar hafa verið tekin fyrir. Það er áhugavert þetta bæjarráð, það er fullt af málum sem hafa verið þar sem að mér finnst svona persónulega að mættu vera jafnvel inn í bæjarstjórn til umræðu svo íbúar gætu fylgst með því að þarna eru stórmál en mér langar að ræða 2 þeirra. Það er íþróttaaðstaða fyrir Stekkjarskóla og svo samstarf, könnun og uppbyggingu skrifstofu og fræðsluhúsnæði. Og þá fyrst að í rauninni íþróttaaðstöðu fyrir Stekkjarskóla. Ég verð að lýsa því bara hér yfir að ég er algjörlega orðlaus yfir þessum upplýsingum sem þarna eru undir málinu, allavega þeim tölum sem þar eru og eins og ég skil þetta og nú bið ég ykkur að leiðrétta mig ef ég er að skilja þetta einhvern veginn á ranga vegu, að þarna er verið að tala að breyta byggingarréttargjaldi hjá ákveðnum aðila yfir í leigu eða þess að gera einhvers konar skiptigjörning og færst okkur í leigu til 20 ára og já, ef við framreiknum þennan gjörning þá erum við komin í þannig upphæðir að við getum vel verið að byggja ég næ hreinlega ekki utan um þetta. Þannig að ég bara kalla eftir því að fá góðar útskýringar á þessum hugmyndum sem ég ætla að vona sé bara hugmyndir því ég ætla að vona sé að þetta sé ekki komið lengra. Varðandi samstarf á könnun og uppbyggingu á skrifstofu og fræðsluhúsnæði sem að liggur fyrir að þá langar mér bara að lýsa við vonbrigðum með það að það sé bara einn aðili sem að
sendi gögn eða í rauninni sýnir þessu áhuga. Mér finnst það alltaf varhugavert þegar verið að horfa bara til eins aðila. Ég svona kalla eftir umræðu þennan lið líka. Kannski eru þið búin að ræða þetta náttúrulega ykkur í milli sem sitja inn í bæjarráði og en ég held að vera bara gott fyrir okkur íbúa að fá umræður þetta mál líka. Hvað er verið að hugsa og hver eru næstu skref. Þannig að takk fyrir mig í bili. Takk fyrir þetta Fjóla Steindór og Sigurjón Vídalín Guðmundsson. Gamall handboltamaður frá Eyrarbakka og bæjarfulltrúi S-lista hefur óskað að taka mál. Já, herra forseti, ég kem hérna undir máli 3 í þessari fundargerð. Ég verð að segja að ég var nokkuð hissa á því að sjá þetta minnisblað sem að lá fyrir fundinu varðandi hugsanlega leigu sveitarfélagsins á íþróttaaðstöð Eyravegi 42. Fyrir þá sem ekki þekkja þá er það timbur afgreiðslan á húsasmiðjunni gömlu þar sem nú er Netto, sem er húsið á bakvið. Og síðustu mánuði, samkvæmt þessu minnisblaði, hefur Eik fasteignafélag í samvinnu við frístundaþjónustu Árborgar arkitekt og hönnuði unnið lengra með þá tillögu að innrétta og aðlaga rými Eikar að Eyravegi 42 á Selfossi að íþróttaaðstöðu sem stendur í inngangnum með leyfi forseta. Mér finnst þetta alveg með ólíkindum að í einhverja mánuði er búið að vinna þessu máli og það hefur ekki verið minnst á það einu orði við bæjarfulltrúa. Sko, var til dæmis eins og bara það að hér eru við með starfsmenn íþróttasviðsins eða frístundaþjónustu fyrirgefi í því að vinna þarna einhverja hellingsvinnu varðandi einhverja hugmynd sem að hvað? Er ekki einu sinni búið að kenna fyrir bæjarfulltrúum. Það er ekki búið að gera einhverjar sviðsmyndagreiningar, kostnaðargreiningar á ýmsum valkostum. Þarna er bara lagt á stað í einhverja vegferð eftir því sem að mér sýnist á þessu minnisblaði snýst það að fara að leigja íþróttasal eða íþróttaaðstöðu af Eik til 20 ára miðað við þessar forsendur sem þeir gefa sér og áætlað leiguverð sem er nota bene miðast við áætlaðan framkvæmdakostnað og mín reynsla á áætluðum framkvæmdakostnaði er sá að hann er alltaf vanmetinn en miðað við þennan áætlaða framkvæmdakostnað og leigu til 20 ára verðbætta og ef ég nota 3% verðbætur þá erum við að tala um það að þarna er leiga upp á 1,7 miljard á 20 árum án virðisauka. 1,7 miljard. Og svo er allra best í þessu. Kemur fram í þessu minnisblaði með aftur með leyfi forseta. Í framhaldi af fyrri samskiptum aðila og að því gefnu að Eik standi sjálft af uppbyggingu fjölbýlishúsa Eyravegi 44 en ekki hvað þeir eiga lóðina er Eik jákvætt gagnvart skoðun á þeim möguleika að byggingaréttargjöldum verði nettað jafnað í heild eða hluta á móti leigu til lækkunar á leiguskuldbindingu sveitarfélagsins. Með öðrum orðum 464,6 milljónir væri byggingaréttargjöld. Þetta ætlar Eik að leyfa sveitarfélaginu að greiðslujafna upp í leigu. Ég reikna með að það sé vaxtalaust í 5-6 ár. Þetta er frábær samningur. Það hlýtur að liggja í augum uppi að miðað við 464,6 milljónir í byggingaréttargjöld að þá þurfa sennilega ekki að koma til nema 500-600 milljónir í viðbót til þess að sé hægt að byggja varanlegt íþróttahús við Stekkjarskóla sem er í fullu í eigu sveitarfélagsins og þarf ekki að vera að borga leigu af í 20 ár til einhvers félags út í bæ. Þetta er bara með algjörlega gal. Ég næði þess ekki.
þetta er sett fram hérna að sama fólki sem að hefur verið að krafna yfir því í mörg ár að hér hafa verið byggt fjölnandi íþróttahús sem kosta 1,3 milljarða og er í fullu eigu sveitarfélagsins og nýtir sveitarfélaginu til segi ekki óendanlegra framtíðar en til langra framtíðar. 1,7 milljarður og þetta er varlega áætlað. Eitthvað getur ekki verið alvara. Takk. Takk fyrir þetta Sigur og Vítalín. Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista beðið orðið. Forseti, já, ég kem hérna upp undir sama lið og bæjarfulltrúi Sigurjón og Fjóla kom upp hérna áðan undir íþróttaaðstöðu stekkjaskóla eins og fundarliðurinn hét í bæjarráði. Ég gerði athugasemdir við þetta í bæjarráði í þessari viku þegar þessi fundur var haldinn. Mér fannst þetta mjög sérkennilegt að fundarliðurinn skyldi heita íþróttaaðstaða fyrir stekkjaskóla og það var reyndar ekki undarlegt að því að undir þessu var þetta erindi frá skólastjóra stekkjaskóla sem að var að lýsa yfir áhyggjum sínum af íþróttaaðstöðunni við skólan sem er full ástæða til að þetta verður stærra og meira mál eftir sem skólinn stekkar og fjölgar að það er ekki búið að byggja endanlega íþróttaaðstöðu eins og áætlanir eru og ég gerði athugasemdir við að undir þeim lið var allt í einu komið þarna fullmótuð hugmynd að húsnæði undir íþróttastarfsemi og það er auðvitað þetta plagg sem er þarna undir að mér finnst þetta bara algjörlega óskylt erindi frá skólastjóra stekkjaskóla áhyggjur varðandi íþróttaaðstöðu við skólann. Þetta var þannig óskylt að þetta var að birtast okkur sem ekki erum í meirihluta í fyrsta skipti. Við höfum aldrei séð þetta, hvorki tangur eða tetur af þessari hugmynd. Það sem við höfum heyrt af þessari hugmynd var að þetta kom fram í einni hliðarsetningu á fundi sem var haldinn út á fjárhagsáætlun 2025, svona þegar voru 10 mínútur eftir að fundinum og flestir voru farnir að því fundurinn var búin að vera langur og þá kom þetta fram að það væru hugmyndir, þetta kom munnlega, það væri verið að ræða við EIK hugsanlega að nýta timbursölu húsaspöðunar undir einhverja íþróttaaðstöðu. Punktur. Það kom aldrei neitt fram hvort það hafi farið fram einhvers konar þarfagreining eða hvað væri fólk segi fyrir sér að setja þetta á fjármunum eða undir hvað eða sérstaklega bara hvers konar starfsemi ætti að vera þarna. Síðan bara dettur þetta inn undir annan lið á fundin og ég gerði athugasemdir við þetta og fór fram og þetta tekið þarna undan en það hefur ekki verið gert. Af því mér fannst þetta ekki viðeigandi að vera með þetta þarna til umræðu undir þessum lið en og svo náttúrulega eins og bæjarfulltrúi Sigurjón kom inn á áðan svo kemur þetta fram þarna í þessu plaggi að síðastliðna mánuði hafi fasteignafélag verið í vinnu við frístundaþjónustu, arkitekt og hönnuði og maður heyrir það auðvitað hérna út í bæ, ég meina frá ungmennafélaginu og öðrum að fólk þetta er bara komið langt og það er greinlega bara búið að vera að kynna þetta fyrir alls konar fólki og við höfum aldrei fengið neina kynningu á þessu. Þetta eru ekki góð vinnubrögð og mér langar að gera athugasemdir við þessi vinnubrögð og ekki bara athugasemdir við að mér fannst þetta gagn ekki heyra undir þennan málslið, heldur finnst mér ekki gott að þetta sé bara búið að kynna og ræða hér í alls konar stofnunum út allan bæ án þess að við höfum heyrt þetta, allavega við sem erum í minnihluta. Þannig að þetta er bara alls ekki góð vinnubrögð og nú fyrir og utan að maður getur ekki hugsað þennan kostnað sem að þarna verið að tala og það er ekki búið að fara í einu svona að skoða
hvað það þýðir að fara, að flýta, að fara í að byggja upp á íþróttaaðstöðuna við Stekkjarskóla eins og hún var áætluð. Þannig að ég bara lýsi við mig, ég er bara mjög óánægð með hvernig þetta mál hefur verið unnið. Ég verð að lýsa því yfir. Svo annað úr fundagerðinni varðandi þessa könnun og samstarfi uppbyggingu og skrifstofufræðsluhúsnæði. Það var auðvitað, ég tek undir fyrir Fjólu mikil vonbrigði að það skyldi eingöngu koma þarna ein tillaga, ein hugmynd. Ekki þar fyrir að ég var ekki, mér finnst frábær hugmynd að þeir aðilar aðrir en sveitafélagið séu í þessari markaðskönnun. Ég er ekki á því að sveitafélagið hefur verið með í þessu. Það er allavega mín skoðun enn sem komið er. En ég tek undir að það eru vonbrigði að það skyldi koma fleiri tillögur. Takk. Takk fyrir Arna Ýr. Við erum að ræða hér fundargerð bæjarráðs 114. fundar í 7. máli á dagskrá þessa fundar sem haldin var 16. janúar síðastliðinn. Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, hefur beðið orðið. Forseti. Já, við erum að ræða fundargerð bæjarráðs 114. fundur. Ég ætla að byrja á íþróttaaðstöðunni Stekkjarskóla. Undir málinu eru 2 gögn. Það er annars vegar minnisblað frá skólastjóra Stekkjarskóla og svo er kynning þarna frá EIK fasteignafélagi sem á húsnæðið sem gamla húsismenni, nýjasta nettóverslunin er í. Þessir aðilar höfðu samband við sveitarfélagið sem er alveg rétt og þessi kynning er bara frá þeim, þessar tölur eru bara frá þeim þar sem þeir kasta fram hugmyndum. Það eru viðræður í gangi vissuleyti hvort að nýta þetta af því ef við horfum á uppbyggingu sveitarfélagsins þá vitum við alveg hver staðan er eins og í grunnskólunum og leikskólunum. Þá eru það íþróttamannverkin sem eru mest að sitja á hakanum varandi bara kennslu og líka bara varandi íþróttaæfingar. Við sjáum að íþróttahúsin er verið að nýta langt fram til kvöld og verið að nýta miklu meira. Það verið að nota æfingar til 11:30 á kvöldin og auðvitað viljum þessi húsi svo sem nýtt frá morgni til kvölds en það er víða. En það hefur ekki verið neitt ákveðið eða neitt í þessu. Þessar tölur sem eru borðnar fram eru bara hugmyndir sem EIK kastar fram sem náttúrulega undir þeirra sjónarmiðum hvað þau sjá fyrir sér og auðvitað vitum við vel að hafa sveitarfélagsins er að ef það væri svo farið þetta þá þyrfti þessi tala að vera mun lægri. Það hefur ekki verið neitt ákveðið og auðvitað myndi það alltaf vera tekið fyrir bæjarsveitin og rætt álega ef þetta setja byggingarréttargjaldið inn í þessa leyfi ef svo væri fara. Það verður ekki verið teknar neinar ákvarðanir um þetta en það er auðvitað ábyrgð okkar sem sitjum í bæjarstjórn að skoða alla möguleika hvort þessu galnir, frábærir eða ekki og kanna hvort þetta sé mögulega hagstætt fyrir sveitarfélög á þessu tímapunkti. Í þessu, bara til að upplýsa fólk sem eru að horfa á fundinn, þá er þarna aðstaða sem getur rúma heilan handboltavöll. Það er aðstaða þarna fyrir júdóið sem við vitum að myndi missa aðstæðan sína ef við seljum Stekkjarskóla húsnæðið og þarna eru líka 2 aðrir minni æfingasalir að það er á vissu lítið tækifæri. Stekkjarskóli er ekki með neina íþróttaaðstöðu í dag og í dag eru verið að kenna 1. til 7. bekk og næsta skólaári bætist 1 árgangur við, það verður 8 bekkjadeildir í Stekkjarskóla. Þetta hús gæti verið orðið klárt innan 1 árs. Það hefur ekki farið fram rauninni nein hönnun á nýju íþrótthúsi við Stekkjarskóla. Þessu máli var vísað til eigna- og veitunefndar sem tók málað sem ætla að vinna mála áfram varðandi framtíðarlausn í Stekkjarskóla við íþrótthús. Þar hefur verið teiknað upp mögulegar útlínur á íþrótthúsum, stærðum íþrótthúsins, hvað áhrif það hefur á lóðina varðandi til dæmis færanlegu kennslustöðunar sem er á líka bara ásýnd skólalóðanar og nefndin mun vinna það mál áfram. Að það hefur ekki verið tekin einar ákveðin viðræður eru bara í gangi og auðvitað verður þetta mál tekið fyrir þegar að því kemur og það er rétt hjá Örnu að þetta var viðræð og rætt að í fjárhagsáætluninni í nóvember. Ég held við höfum líka þótt að það var ekki formlega tekið fyrir á máli í bæjarráði þá rættum við þetta líka þeir sem sátum í bæjarráði eitthvað tíman man ekki hvort það var örugglega fyrir jól í desember eða eitthvað tíman
það var ekki mál á dagskrá en við rættum það hingað síður eins og við höfum svo sem rætt mörgunum mál sem eru kannski ekki endilega á dagskrá. Já, þetta mál er náttúrulega bara kynnt bæjarfulltrúum og þetta þurfum bara að sjá þegar að því kemur hvað þeir eru tilbúin að teygja sig langt niður, hvort þetta sé fýsilega kosti fyrir okkur. Það er náttúrulega ábyrgð okkar að skoða kostina og við þurfum að vega og meta á. En að öðru máli á dagskráni þá var á markaðskönnunin og ég tek undir með bæjarfulltrúi Fjólu og Örnu, það er vonbrigði að aðeins einn aðili skilaði inn tillögum. Ég held að voru vel yfir 20 sem sóttu gögnin varðandi þetta mál, 26. Hvað verður þetta? Ég get svo sem alveg auðvitað þurfa að hugsa stærra fyrir samfélag því við vitum að ráðhúsi per se í dag er ekki að fara að rúmast alla starfsemina okkar stjórnsýsluna til næstu 30 ára sem dæmi. Og við vitum að auðvitað myndum við vilja að stjórnsýslan væri undir einu þaki, það væri þetta ekki á Austurvegi 2 og Austurvegi 67. En það er bara ein tillaga sem kom þarna og já, kannski vissu vonbrigði en auðvitað kom þarna inn tillaga sem er kannski alveg skemmtileg varðandi skipulag fannst mér á lóðinni per se, ef ég ætti að taka eitthvað jákvætt úr í, en ég veit ekki hvort að sveitarfélagi verður af því en annað var það ekki. Takk. Takk fyrir þetta. Sveinn Ægir Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, biður um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Takk fyrir þessi svör sem ég fengi. Ég bara er ennþá, mér er aðeins orða vant yfir þessu máli af því að eins og bæjarfulltrúi Sveinn Ægir segir þá ber okkur að skoða og alls konar hluti og auðvitað fáum við alls konar erindi inn á borð bæjarstjórn til þess að auðvitað leggja mat á. Þegar ég opnaði þessi gögn og les þau þá bara þá detta mér bara, já, mér er orðavant sem er ekki oft vegna þess að mér finnst þetta svo rosalega mikil skammsýni og auðvitað gerir mig grein fyrir því að Stekkjarskóli er ekki að fara að taka inn núna 8. bekk næsta haust, en við mögum ekki gleyma því að Stekkjarskóli var að taka í notkun annan áfanga sem er gríðarlega vel heppnaður, svo það sé sagt, og ég er nú búin að fara að skoða hann og það er gríðarlega mikið pláss samt, því hann gerir auðvitað ráð fyrir því að þarna verði alveg upp í 10. bekkjadeildir og það hefur verið notast við önnur rými gegnum tíðina til þess að reyna að leysa íþróttakennslu, sérstaklega yngstu barna, til þess að þurfi ekki verið að keyra en mögulega var það bara þegar við vorum að vinna með það að sveitarfélagi væri í slæmri stöðu fjárhagslega. Ég átta mikið alveg á því hvar við erum núna en með að við þetta ætla að fara að binda okkur í 20 ár, það er bara svo margt svo galið við þetta á sama tíma og við höfum verið með álag og íbúa var verið að skoða þetta, allt til að skoða þetta en til 20 ára finnst mér algjörlega og auðvitað verður að leysa málin, skilurðu, en við þurfum líka að sníða okkur stakka eftir vexti. Það er bara þannig. Og ég veit að það er ekki alltaf vinsælt og en ég tel mig nokkuð vissan það að íbúar í sveitarfélaginu Árborg, þeir eru löngu búin átt að sjá því að þeir þurfa að einhvern veginn að taka við því að það er ekki hægt að gera allt. Mín skoðun er svo að við höfum að horfa upp og yfir og fara í hönnun á íþróttahúsinu við Stekkjarskóla og horfa á löglegan handboltavöll og horfa á aðstöðu fyrir fimleikana og horfa ég bara upp og vera stórhuga og horfa til þeirra íþrótta sem að kannski hafa ekki fengið lausn á sínum málum með með höllinni. Við vitum það auðvitað öll og höfum örugglega öll fengið ábendingar frá íbúum og þeim sem eru iðkendur að það voru bara ákveðnir hópar sem kannski sátu eftir þar. Og mér persónulega finnst að við eigum að setja pening í það, við þurfum auðvitað að leysa mál og gera. Við vorum líklega á versta stað í sögu sveitarfélagsins 2022 þegar fórum á staðinn í annan áfanga og einhvern veginn hefur það gengið eftir að hann er up and running eins og maður segir á lélegri íslensku og ég vil að horfum á íþróttahúsið með sama hætti. Förum ekki að
einhvern veginn að beygja okkur undir það að við þurfum alltaf að fara að leigja einhverja skemmu til 20 ára til þess að fara ég veit það ekki, mér finnst þetta mér finnst mikilvægt að við allavega tökum þessa umræðu, við fáum einhverjar sviðsmyndir, við fáum upplýsingar það, hvað kostar hönnun, hvað kostar að fara í áfangan, hvað að brenna hinum megin, hvernig hægt að leysa það. Einhvern veginn upplifði ég það síðustu 2 ára, það voru alltaf allir boðnir og búnir að fara í það að leysa málin á hagkvæma máta, við vorum allir saman í því og ég veit ekki, mér finnst bara ákveðin uppgjöf í þessu, svo ég tali fyrir mig. Jæja, við erum að ræða hér 7. lið á dagskránni sem fundargerð bæjarráðs 114. fundur haldinn 16. janúar. Eru fleiri sem að óska eftir að taka til máls þessa fundargerð? Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, óska eftir að taka til máls. Forseti, nokkað bara aðeins að bregðast við því sem að bæjarfulltrúi Sveinn Ægir sagði áðan að ég er algjörlega sammála því að auðvita á alltaf að skoða alla góðar hugmyndir og rýna og vega og meta. Það bara gerum við með alla sem að koma hinga með einhvers konar hugmyndir uppbyggingu eða annað. Að sjálfsögðu að skoða það. En þetta er gert í svo ofboðslega öfugri röð. Það er það sem ég er að gera athugasemdir við. Mér finnst ótækt að einhvern veginn starfsfólk sveitarfélagsins sé koma fullt í vinnu og íþróttafélög og skólar og áður en við erum upplýst eitt við neitt. Mér finnst það bara ekki, það er bara kolröng röðun á hvernig hlutinir eiga að gerast. Og við höfum nú verið köllið á alls konar kynningar þar sem að fólk hefur haft hugmyndir og við höfum sem ekkert hefur orðið úr og það hefur bara verið allt í góðu með það, sko. En mér finnst ég bara gagnrýni það hvernig röðunin á þessu er. Og ég sé nú bara að það er eins gott að við fórum í að byggja Selfosshöllina okkar með við það sem að bæjarfulltrúi Sveinn Ægir segir að við séum á eftir í íþróttamálunum, þannig að það væri ekki gott að vera staddur þar að eiga hann ekki. Takk. Takk fyrir Arna Ýr. Endarsprettur Sigurjón Vítaling Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista. Og skemmtir að fá að taka til máls. Herra forseti, ég bara til þess að hnykkja aðeins á þessu sem að fram hefur komið. Að ég er algjörlega sammála því og það hefur aldrei, ég hef svo sem aldrei fyrir annar skoðunar en það að sjálfsög að skoða alla möguleika og velja síðan út frá því það sem besta sem að er í stöðunni. En hér er bara ekki verið að því. Það er það sem að mér finnst ámælisvert. Auðvitað hefði verið eðlilegast að byrja á því að nýta fjármuni sveitarfélagsins og tíma starfsfólks til þess að skoða og setja upp einhvers konar sviðsmyndir hvernig það væri hægt að byggja hér íþróttahúsi við Stekkjarskóla þannig að það myndi nýtast sem best á sem hagkvæmastan hátt. Og síðan í þá kannski framhald af því skoða einhverjar aðra tillögur sem að einhverjir aðilar væru með og hefðu áhuga á að kynna. Þetta er ekki mér finnst þetta bara ekki nógu vönduð stjórnsýsla. Mér finnst þetta ekki eðlilegt að það sé farið af stað í svona vegferð sem skiptir gríðarlega miklu máli og snertir mjög marga, bæði skóla og íþróttafélög, foreldra, börn og unglinga og svo framvegis, að þetta sé í hálfgerðu pukri og það sé ekki farið af stað bara með plan, einhverja áætlun, einhverja kynningu á því hver staðan sé og nú þurfum við að fara að bregðast við og hvernig sé best að gera það og svo framvegis. Þetta sé bara tekin einhver ákvörðun inn á einhverju skrifstofu bara svona, já þetta var örugglega sniðugt, gerum þetta bara.
við þurfum að vanda okkur. Það er bara það sem að mér finnst mikilvægast í þessu og ég bara vona að það verði farið núna í þá vinnu að skoða alvarlega hvað það kostar okkur að byggja upp íþróttahús varanlegt í eigu sveitarfélagsins við Stekkjarskóla. Því að í mínum huga þá er þetta alveg borðleggjandi að ef að það tækir 2 ár að það sé tilbúið versus hugsanlega 1 ár þarna, þá er það alltaf betri kostur. 1 ár til að frá skiptir engum máli þessu. Við eigum að hugsa til langs tíma og við eigum að vera stórhuga því við erum í vaxandi sveitarfélagi. Það stækkar allt hérna undir hraðar en við ráðum við. Við verðum að gera ráð fyrir því. Allt annað er eiginlega bara eins og piss í skóinu sinni. Takk fyrir. Takk fyrir Sigurjón Vídalín. Það var Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, óska eftir að taka loka ræðuna mál nr. 6 á fundinum. Já, forseti. Já, bara góðar og ígildar umræður. Mér langar bara, út af það kannski ekki nógu skýr áðan, var þetta, þú veist, við vanandi uppbyggingu íþróttamanna þá vorum við náttúrulega og erum ekkert að hætta að byggja við íþróttahúsi í Stekkjarskóla. Þú veist, sú vinna er ennþá bara í gangi þar. Þetta verkefni, þessi tillaga frá EIG berst bara sveitarfélaginu og væru þetta bara plús í sveitarfélagi ef þetta er hagstætt og við myndum fara í þetta og myndi létta á íþróttamannarkjum sem fyrir eru í sveitarfélaginu. Við vitum það alveg áningurinn að það er ekki svo að sveitarfélagi ákvað bara ætli við að fara og fá þessa skemmu út að þarna opnast bara við á húsasmiðjan flist, þarna opnast bara möguleiki sem EIG sér sig á borður að bjóða sveitarfélaginu. Það er ekki svo að sveitarfélagi sé að segja, herru, við ætlum að fá þetta húsnæði og tefja mögulega uppbyggingu Stekkjarskóla. Það er ekki svo. En auðvitað þurfum við bara að vega og meta og ef kannski, ég veit ekki, ef það væri hagstæðara að fara í þetta þá kannski getum við senkað framkvæmdum í Stekkjarskóla. Gjörsamlega óábyrgt, en þú veist, það er bara okkar svo að meta. Þú veist, í fjárfestingaráætlun þess árs eru ekki með mikinn pening í hönnun til dæmis á þessu húsnæði, en auðvitað vitum við bara sem mikið íþróttasamfélag hvað svona hluti gera, en við þurfum líka að passa okkar að við vitum að þóttu við viljum byggja upp mikið, þá kemur á stundum okkur undir koll og hefur komið okkur í fjárhagslega vandræði seinna meir. Takk. Takk fyrir Sveinn Ægir. Þá erum við komin í 7. mál á dagskrárfundinum. Já, ég verð við því. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, ætlar að taka eina stutta. Forseti, bæjarfulltrúar, bara eitt sem langar þá að segja í lokum, þá ættum við að hætta að gefa afslátt á byggingarréttargjöldum og taka til hendinni þar í að standa við það sem við lögðum fram í upphafi og bara sækja á peningar sem við þurfum sem við getum haldið áfram uppbyggingu. Þú veist, við getum ekki verið svo Ragnar Reykjás í þessum málum. Þú veist, það er uppbygging hérna, við þurfum að byggja upp innviði, þurfum að gera alls konar hluti, þá verðum við líka bara að gangi í takt við það. Og þarna er verið að tala um að gefa eftir byggingarréttargjald sem er gríðarlega hátt og ég veit það ekki, bara höfum við heimild til að fara í eitthvað svona, eitthvað svona business á eyrinni, skipta á þessu og skipta á hinnu. Mér finnst þetta algjörlega galið. Þannig að ég segi fyrir mig, hérna, þá þarf að skoða þetta vel. Takk. Takk fyrir Fjóla, þá förum við í 7. mál á dagskránu. Það er velferðarnefnd, 14. fundur haldinn 14. janúar síðastliðinn. Einhverjir sem vilja ræða þá fundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 8. lið á dagskrá fundarins. Það er skipulagsnefnd, 39. fundur haldinn 15. janúar síðastliðinn. Einhverjir sem vilja tjá sig þar. Ef svo er ekki, þá er það 9. mál að dagskrá fundarins. Ungmennaráð, 9. fundur haldinn 13. janúar síðastliðinn. Einhverjir sem vilja ræða fundargerð úr ungmennaráði. Ef svo er ekki, þá förum við í 10. lið á dagskrá sem er bæjarráð, 115. fundur
haldinn 23. janúar síðastliðinn og Sveinn Ægir Birgisson hefur fyrstur rétt upp hönd og óskar þetta að taka til máls. Já, forseti, mér langar að koma hérna fyrst undir máli 1 sem er til að frá ungmennaráðandi heimavist fjölbrautaskóla Suðurlands. Bæjar og tekur undir ályktun ungmennaráðsins varðandi stöðu heimavistarinnar og sendum hana frá okkur ályktun. Ég var með leyfi fundarins og var ég að pæla hvort að bæjarstjórn myndi taka undir þessa ályktun. Legg það hérna undir fundin og svo bara hvet ég fólk til að fjölmenna á það vera að samþykja tækifærsleið fyrir Þórðarblót að fjölmenna á Þórðarblót og bæði Stokks og Eyrarbakka. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Þá er opið fyrir meldaskrá þennan 10. lið á dagskránni. Sveinn Ægir, formaður bæjarráðs, hvetja hér til Þórðarblótsþátttöku bæði á Eyrarbakka og Stokkseyri sem er vel tilfundið. Ef það er ekki fleiri sem vilja tjá sig þá er komið að því að fara yfir þá áskorun sem að Sveinn Ægir fór hér yfir áðan og hún hljóðar, nú nefnilega gerðist það svo leiðinlega hjá mér að tölvan hún ég geti fengið að lesa þetta upp bara. Þetta er sem sagt að fundi ungmennaráðs og áskorun frá þeim er það ekki. Barna- og menntamálaráðherra 20. janúar 2025. Áskorun vegna heimavistar við Fjölbrautaskóla Suðurlands. Ungmennaráð Árborgar og sveitarfélagið Árborg skora á mennta- og barnamálaráðherra að beita sig fyrir framtíðarlausn vegna heimavistar við Fjölbrautaskóla Suðurlands. Núverandi samningur heimavist á gistiheimili við Austurveg á Selfoss er tímabundinn og einungis með 15 herbergjum. Í ljósi góðra nýtingar og stærðar skólans er mikilvægt að hugsa til framtíðar og tryggja fleiri herbergi og heimavist við skólan. Heimavist við skólan er lykilatriði því að tryggja jafnrétti til náms á starfssvæði skólans og vill ungmennaráð Árborgar og sveitarfélagið Árborg skora á nýjan mennta- og barnamálaráðherra og þingmenn Suðurkjördæmis að setja á dagskrá uppbyggingu nýrar heimavistar við FSU. Heimavistar sem er tryggt húsnæði og getur vaxið með skólann til framtíðar. Með bestu kveðju fyrir hand ungmennaráðs Árborgar og fyrir hand sveitarfélagsins Árborg og þá yrði það bæjarstjórn Árborgar hérna megin undir. Eru bæjarfulltrúar samþykkt því að fara þessa leið og taka undir þessa ályktun? Við skulum þá bara greiðum það atkvæði. Allir sammála því að taka undir þessa ályktun og þá líti ég á það sem samþykkt. En þá hefur dagskráin verið tæmd og ég vil minna bæjarfulltrúa að undirrita rafrænt og eftir því að svo fer þetta í kynningu út á vefinn með öllum þeim upplýsingur sem þarf fyrir íbúa og aðra sem áhuga hafa að fylgjast með störfum bæjarstjórnar Árborgar. En 52. fundur bæjarstjórnar Árborgar, miðvikudaginn 5. febrúar, honum er slitið.